Velkomin á sunnudagssamkomu hjá Omega. Verið kærlega velkomin og verið með mér þegar ég tala orð Guðs og við skulum leita Guðs saman. Sjónvarpsstöðin Omega, hún predikar Jesú Krist, deddan á krossinum, hún predikar Jesú Krist, upprisinn frá dauðum. Hún predikar fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Jóhannes skírari, hann var í eyðimörkinni og fólkið kom til hans og tók iðruna skírn. Í framhaldi af honum kom Jesú Kristur og hann gerði meir en Jóhannes. Fólkið þurfti að koma til Jóhannesar. En Jesús, hann kom til okkar. Og Jesús komin til þín og ég vil minna það á, kæri vinur, að Jesús hefur verið hjá þér alla tíð. Þú bara vissir það ekki. Við vissum það ekki að Jesús hafði skapað okkur. Við vissum það ekki að Jesús kom til að gefa okkur eilíft líf. En nú skulum við fræðast í orði Guðs. Ég bið þig, kæri vinur, þú sem trúaður, að biðja með mér. Nú skulum við biðja saman, allur söfnuðurinn hér á Omega, söfnuðurinn all land, biðjum saman. Amen. Og þið sem trúið svolítið, þið sem eruð að leita drottins, velkomin á samkomuna. Nú skulum við öll biðja saman. Því að það sem 2 eða 3 eru samankomnir, það er Jesú mitt á meðal. Eigum að bjóða Jesú velkomin. Eigum að bjóða hann velkomin hér á samkomuna. Eigum að bjóða hann velkomin til þín á heimili þitt. Amen. Við skulum gera það. Förum saman með bænina sem við þekkjum vel flest. Við skulum tala hana rólega. Því það er friður hjá Guði. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og komi þitt ríki og verði þinn vilji svo á jörðu á Íslandi sem á himnum. Og gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora syndir eins og við fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, þinn er mátturinn og þín er dýrðin að eilífu. Amen. Já, sannarlega er drottinn Jesús Kristur hér og hann er hér til þess að kenna okkur. Hann er hér til þess að leiða okkur. Hann er hér til þess að frelsa okkur. Við skulum ekki efast það og við skulum muna það að hann er góður og hann er réttlátur. Allt gott sem hefur hent okkur, allar góðar gjafir sem við höfum þegið, alla tíð frá því við fættumst af konu, þær komað ofan, þær komað frá föðurnum. Allt gott sem hefur hent hvern mann, þá upptök sín á himnum. Ekki hjá mönnunum í raun. Mennirnir hafa lært að gera góða hluti. En Guð, sem er upphaf alls og skapari alls, já, allt var skapað í honum sem til er, hann er góður. En nú ætla ég að tala orð Guðs og verum með, og þeir sem eiga biblíur, veriði með. Ég ætla að tala við ykkur um orð Guðs, speki Guðs. Ég ætla að fara með ykkur í orðskviðina, speki Salomons, sem er í raun speki Guðs. Flettiði með mér ef þið viljið fletta með. Orðskviðin eru bókin sem er strax á eftir Sálmanum. Já, það segir í orðskviði 22:19. 22:19 í orðskviðunum 22:19. Sjáðu hvað Guð er persónulegur.
til þess að traust þitt sé á drottni, fræði ég þig í dag. Já, þig. Þú vinur sem ert að hlusta á. Kannski ert að hlusta í fyrsta sinn. Guð vill eiga orð við þig. Hann vill fræða þig í dag. Já, þig. Er það ekki stórkostlegt að það er einhver sem elskar okkur? Það er einhver sem getur elskað okkur. Hann er fær að sýna okkur kærleika frá morgni til kvölds, alla tíð. Og hann brestur ekki kærleikan. Hann getur elskað okkur. Og þótt að móðirin glemdi brjóstabarninu, að þá gleymir faðirinn okkur ekki. Hugsið ykkur, einhver slíkur er til. Það er Jesús. Hann vill annast þig. Hann vill hjálpa þér. Komdu nær Jesú. Hann meiðir þig ekki. Hann vill bara hjálpa þér. En hlustaðu á orð hans. Ég ætla að tala til ykkar spekina. Og frú heimsku. Spekin hefur talað til okkar alla tíð. Alla tíð höfum við heyrt rödd Guðs. Breyttu rétt, segir Guð. Vandaðu þig. Ekki meiða náungan. Frú heimska hefur líka talað til okkar. Alla tíð. Hvað höfum við hlustað á? Hvaða rödd höfum við hlýtt? Við skulum rannsaka okkur sjálf. Höfum við ekki flest hlustað á frú heimsku og glapist á orðum hennar? Skoðum ávextina líf okkar. Skoðum ávextina. Hvernig lítur þetta líf okkar út? Hvernig hús höfum við byggt? Hvernig er hjónabandið okkar? Eða hjónaböndin? Hvernig er fyrirtækið eða fyrirtækin? Hvernig er samskipti okkar við vinina? Eða þá sem voru vinir? Hvernig höfum við stundað viðskipti? Hvað höfum við átt marga maka? Hvernig ölum við upp börnin okkar? Hlýddum við foreldrum okkar? Ýttum við frá okkur manni í neyð sem kom og bað okkur aðstoð? Skoðum líf okkar. Guð vill að við skoðum líf okkar því að hann hefur betri leið fyrir okkur. En sjáum við í orðskviði 1. Fyrsti orðskviðurinn. Hérna er aðvörun frá Guði. Hérna aðvarar hann okkur. Hann segir í versi 10. Son minn, þegar skálkar ginna þig, þá gegn þeim eigi. Þegar þeir segja, kom með oss og leggjumst í launsátu til manndrápa og sitjum án saka saklausan mann. Já, gleipum þá lifandi eins og hel, með húð og hári, eins og þá sem farnir eru til dánar heima. Og sjáu þið svo, hér kemur beitan. Alls konar dýra muni verið eignast og fylla hús vor rændum fjármunum. Þú skalt taka jafnan hlut með oss og einn sjóð skulum við allir hafa. Son minn, þá hafi ekki samleið við þá og haltu fæti þínum frá stigum þeirra. En þeir náðu að ginna okkur. Þeir náðu að ginna okkur. Á sama tíma aðvaraði Guð okkur. Já, hann gerði það. Hann aðvaraði okkur. En við fórum rangan veg. Við viltumst. Við skulum halda áfram í spekinni og förum í orðskviðu númer 9.
Spekin hefur reist sér hús, segir í byrjun 9. orðskviðsins. Hún hefur sláturfé sín og byrlað vín sitt. Já, hún hefur þegar búið borð sitt og hefur kallað út þernur sínar og hún kallar á háum stöðum í borginni. Hver sem óreyndur komi hingað og við þann sem óvitur segir hún, komið og etið mat minn og drekkið vínið sem ég hef byrlað. Þarna spekin, hún hefur hrópað til okkar. Allir menn hafa heyrt spekina. Allir menn hafa eitthvað hunsað hana. Sumir hafa meðtekið hana. En Guð hefur alltaf verið hjá okkur að hjálpa okkur. Og sjáið þið hér spádóminn, drekkið vínið sem ég hef byrlað og etið mat minn. Þetta spádómur líkama Krists og blóð Jesú Krists. Maturinn holdið því hann hinn eina sanna fórn. Vínið, það blóð hans. Þessi lífgjafi, blóðið sem getur hreinsað okkur af syndinni. En höldum áfram. Þarna hefur spekin talað. Svo lítið síðar í orðskviðnum í versi 13 segir: Frú heimska óhemja, einföld og veit ekkert. Hún situr úti fyrir húsdyrum sínum, á stól uppi á háum stöðum í borginni, til þess að kalla á þá sem veginn fara, þá ganga beint áfram leið sína. Hver sem óreyndur komi hingað og við þann sem óvitur segir hún. Sjáið þið, frú heimska hefur líka hrópað á háum stöðum. Það eru 2 raddir, það eru 2 vegir. Hvora leiðin ætlum við að fara? En sjáið þið beituna, sjáið þið agnið. Frú heimska segir, stolið vatn sætt. Höfum við stolið? Höfum við sóst eftir því sem við eigum ekki? Vissulega höfum við öll gert það. Og hún segir áfram, lostætt laun etið brauð. Hún vil draga okkur inn í skúmaskotin. Hún vil hjálpa okkur að leiðast af gindinni. Hún vil hjálpa okkur að breyta rangt. Hún vil hjálpa okkur að setja von á fánýta hluti. Hún vil hjálpa okkur að setja von á hluti sem að endast ekki. Takið eftir. Hún vil hjálpa okkur að leggja traust okkur á hluti eða fólk sem leiður okkur til heljar jafnvel. Og hvað markmið frú heimsku? Það að draga okkur til heljar. Og það að trufla hina röddina. 2 raddir hljóma hátt í borginu á sama tíma. Á 2 torgum og jafnvel á sama torginu. Frú heimska, frú speki. Elsku vinur, lefðu spekin að tala til þín. Lefðu spekin að ná tökum á þér. Lefðu spekin að leiða þig réttan veg. Jesús segir líka, ég vil kenna þér þann veg sem þér gagnlegur. Já, Drottinn vil leiða okkur hinn rétta veg. En hvers vegna höfum við ekki fylgt honum? Hvers vegna hlýddum við hinni röddinni? Já, nú tækifæri til þess að hlýða réttu röddinni. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðis dagur. Í dag, vinur minn, í dag tækifæri. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðis dagur. Snúið ykkur til umvöndunar minna, segir Drottinn. Snúið ykkur til mín, segir Jesús. Ég góður. Ég get hjálpað ykkur. Viljið þið þiggja hjálp Jesú Krists? Verið þið skynsöm. Já, þú áhorfandi, þú áheyrandi sem hlýður á. Vertu skynsamur. Hlustaðu á hjartað þitt. Það barátt í huga þínum. Það eru átök. En Drottinn talar til hjarta okkar. Hlustaðu á hjartað þitt.
Athugaðu það, hugur mannsins, já þinn hugur, hann meðtekur ekki það sem er vanda drottins. Láttu ekki huga þinn ræna því sem drottin hefur sett í hjartað þitt. Hlusta á hjartað þitt. Ef við höldum áfram og fræðumst í speki Salómons, í speki Jesú, í speki Guðs, í lífgefandi orðum, þá skulum við halda áfram hérna í orðskviðunum. Og förum í 5. orðskviðin. Í 5. orðskviðin. Og hann heldur áfram að ráðleggja okkur. Í 7. versi. Heyrið mig því synir, heyrið mig og víkið eigi frá orðum munns míns. Legg nú leið þína langt frá henni og komdu ekki nálægt húsdyrum hennar, svo að þú gefir ekki öðrum æskublóma þinn og ár þín grimmu manni. Hætt að hlusta á heimskuna. Hætt að snúa þér að því sem er rangt í lífinu. Breyttu rétt. Hlöftu frá syndinni. Syndin er dauði, skiljiði. Laun syndarinnar er dauði, en náðagjöf drottins Jesú Krist er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Hlustiði, laun syndarinnar er dauði, en náðagjöf drottins Jesú, náðagjöf Guðsvors er eilíft líf í Jesú Kristi drottni vorum. Haldið áfram að hlusta. Svo heldur hann áfram að útskýra. Legðu leiðina langt frá henni, svo að útlendir menn mettist ekki af eigum þínum. Ætlið að gefa útlendingum landið ykkar. Ætlið að gefa ókunnugum húsið ykkar. Hafið þið yfirgefið konuna ykkar frá æsku. Hvernig hafið þið farið með líf ykkar? Og hann segir, legg leið þína langt frá þeim, svo að aflafé þitt lendi ekki í annarlegu húsi, svo þú missir ekki og tapir ekki þínu fé, þar sem þú verður aflað þér, þar sem þínar hendur hafa aflað þér. Og svo segir hann, og þú andvarpir síðan að lokum, þá er líkami þinn og hold veslast upp og segir, hversu hef ég hatað aga og hjarta mitt fyrirlitið umvöndun. Að ég skildi ekki hlýða raustu kennara minna og negja orð mitt til þeirra er fræddu mig. Sjáiði, mörg okkar höfum hunsað röddu kennar okkar, kennarana sem vildu leið okkur rétta veginn. Og við höfum hunsað rödd Guðs, röddina sem vildi leið okkur rétta veginn, röddina frá Guði sem elskar okkur og vill okkur allt vel. Sá sem vill annast okkur, sá vill leið okkur rétta veginn til lífsins. Og þetta höfum við mörg gert. Og núna ert þú, vinur minn, kannski, situr kannski öskustónni. Kannski er líf þitt orðið í rúst. Það komið í rúst. Búin að missa fyrirtæki, búin að missa fjölskyldu. Sambandið við vini eða börn er allt í uppnámi. Hugmyndin lífið og tilveruna er á reiki. Kærleikur þinn til náungans, til lands þíns er brostinn og þú hefur fyllst þunga, vonleysi, mist alla von. En sjáuðu, við skulum lesa áfram. Hættum ekki að hlusta, því að sá sem talar, hann vill gefa þér líf. Hann vill gefa þér von og trú. Hann vill reisa þig upp. Haltu áfram að hlusta. Við sjálft lá að ég hefði ratað í mestu ógæfu á miðju dómþingi safnaðarins. Við sjálft lá að ég hefði ratað í mestu ógæfu á miðju dómþingi safnaðarins. Sjáiði.
Það er dagur í dag. Það þýðir þú ert enn á lífi. Það er ennþá von. Það er ennþá von. Það er ennþá tækifæri til þess að snúa á braut spekinnar, til þess að hlusta á orð Guðs, til þess að hlusta á röddu Guðs sem hefur talað í hjartaðinu. Opnaðu nú hjartaðið fyrir Guði. Lefðu honum að umbreyta lífið þínu. Lefðu honum að gefa þér von. Lefðu honum að hjálpa þér að komast aftur á rétta braut. Hann gerir það. Þú þarft bara að trúa því sem hann hefur talað til þín. Sjáðu hvað þetta er einfalt. Þú þarft bara að trúa því sem hann talað til þín. Það er lykillinn. Hann segir hér, við sjálf lá að ég hefði ratað í mestu ógæfu. Hann er að segja, að því að þú ert að heyra það núna, að þú hefur tækifæri. Þú hefur tækifæri. En það segir í Guðs orði að eitt sinn skal hver maður deyja og koma síðan fyrir dóm. Það er dómurinn sem hann er að tala um. En við erum ekki dánir það. Því að nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Snúðu þér til Drottins í dag og vittu að hann er góður. Snúðu þér til Drottins í dag, því að enn er tækifæri. En þetta getur verið síðasta tækifæri, vinur. Við vitum ekki hvenær við förum. Lesum áfram í sama Orðskviði 5, versi 15. Nú sjáið þið hvað Guð hefur fyrir okkur. Nú sjáið þið hvað Guð vill fyrir okkur. Hann segir, drekk þú vatn úr vatnsþróð þinni og rennandi vatn úr brunni þínum. Eiga lindir þínar á flóð út á götun og læki þínar út á torgum. Þér einum skulu þær tilheyra og engum óviðkomandi með þér. Hann vildi ekki að þú glataðir féðinu. Hann vildi ekki að þú glataðir konunni þinni, fyrirtækjunni þinni. Það var ekki vilji Guðs. Guð reyndi að tala til þín. Hann ætlaði að hjálpa þér. En þú valdir að hlusta á frú heimsku. Er það ekki? Þitt var valið. Og hann heldur áfram. Uppspretta þín sé blessuð. Hann vill ekki að aðri ná að ræna þínum hlutum. Og gleði yfir festar með æsku þinnar, elsku hindinni, indis gemsunni. Brjóst hennar gjöri þið æti drukkin og ást hennar fjötri þið ævinlega. En hví skildi þú, son minn, láta léttuðar konu töfra þig og faðma barm lauslátra konur? Sjáu þið hvert að leiðir okkur að lifa í lauslæti, að lifa í eins og það sem Guð kallar hórdómi. Við skulum bara tala tæpi tungu laust, því að það er sannleikurinn sem gerur okkur frjáls. Við skulum bara segja satt. Það græðir enginn á einhverju pukri og feluleik. Hver græðir á því? Já, nema myrkraöflin, er það ekki? Sjáu þið. Við höfum syndgað. Við höfum fyrst og fremst syndgað gagnvart Drottni skapar okkur sem er eilífur og heilagur og hreinn. En við höfum syndgað gagnvart náunganum, fjölskyldum okkar, þjóðin okkar. Því að við höfum ekki breytt rétt. Drottinn vill að við breytum rétt. Og sjáu þið hvað hann hefur fyrir Ísland. Réttlætið, að breyta rétt, réttlætið hefur upp líðin. Það lyftir landinu og þjóðinni, en syndin er þjóðarinnar skömm. Og hún drepur, og hún eyðir, og leggur allt í rúst, fjölskyldurnar, fyrirtækin, og okkar eigi lífinir. Drottinn hefur bara gott fyrir okkur, en við þurfum að snúa okkur til hans. Við þurfum að velja að hlýða raust hans. Hann hefur sendt okkur orðið, eilíft orð, til þess að við mættum njóta leiðsagnar, til þess að við getum varðveist frá frú heimsku. Eigum ekki að vera þakklátt? Eigum ekki að þakka Guði fyrir orðið? Jú, við þökkum þér, Drottinn Jesú Kristu, fyrir orðið sem þú sendir. Og við skulum ekki efast orð Guðs.
En hver haldið að tali til ykkar þegar hann segir, já, þið skuluð ekki trúa því að orðið sé satt. Það bara skrifað af mönnum. Það frú heimska. Frú heimska sem veit ekkert. Hún talar þetta af ílsku sinni og af hatri til ykkar. Því hún vill ræna ykkur veginum, hún vill ræna ykkur sannleikanum, öllu hinu góða. Hún kemur kannski með nammi til ykkar í fyrstu. En hver eru endalok þeirra sem borða bara nammi? Skemmdar tennur? Já, svona þetta. Djöfullinn kemur í ljósengils mynd til þess að blekkja okkur. En Guð sendi soninn til þess að gefa okkur eilíft líf, þeim sem trúa. Hann kominn til þess að bjarga okkur. Hann kominn til þess að hjálpa okkur. Og hann réttlátur og góður. Hann heiti Jesús. Jesús. Og þið þekkið að flestir sem horfið á, að þó að þið vitið að þið eru ekki endurfædd. Þú ert ekki endurfæddur. Þú hefur ekki hitt Jesú. En þið langar það ef þið vill. Nei, Drottinn kominn til þess að hjálpa okkur, sannarlega. Sannarlega. Já, ég ætla að segja ykkur frá besta vini mínum. Hann heiti Jesús. Ég ætla að syngja fyrir ykkur örstutt lag Jesús. Vitið þið það? Að Drottinn, hann er í orði sínu, hann líka í lofgjörðinni. Og það segir líka að Drottinn sé í lofgjörð síns líðs. Og þess vegna finnst ykkur svo gott að hlusta stundum á lofgjörði Guðs, þótt þið þekki ekki Guð. Ég ætla að syngja fyrir ykkur örstutt lag, þegar Drottinn lagði á hjarta mitt. Ég syngja til ykkar Jesú. Hlustið nú. Ég þekki þann vin, sem öll liðin ár hefur elskað mig barnæsku frá. Hvorki hæð eða dýpt, hvorki hel eða gröf, fær skilið mig kærleik hans frá. Hann leitaði mín, ég leitaði hans, en mig léttúðin rak út á glötunar veg. Hann saknaði lambsins og leitina hóf, og lamb sitt hann fann, það var ég. Ó, Drottinn minn, það er svo gott að vera með þér. Og vitið þið það er gott að þekkja Drottinn. Komiði til hans, leitið hans, biðiði til hans. Hann nálægur þeim, hverjum þeim sem ákallar sig. Hann segir líka biðið og yður mun gefast. Allir sem biðji trú, þeir fá frá Drottni. Hann segir leitið og þér munu finna. Viltu finna sannleikan? Ertu einlægur? Leitað hans. Þú finnur hann. Þú finnur hann. Og hann segir kníið á og fyrir yður mun upploki verða. Ef þú hefur ekki fengið bænasvar, þá heldur þú áfram. Þangað til þú fær svar. Og þú fær það. Trúirðu þessu? Já, elsku vinur minn, komdu til Jesú. Ég ætla að lesa hérna síðasta orðið úr Lúkasarkafla 15. versi. Lúkasar Guðspjalli 15. kafla fyrirgefið. Nú tala ég til þín, vinur. Það segir í versi 17 og þetta er þig. Nú kom hann til sjálfs sín og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Eða ég þjáist hér í mínum aðstæðum. Og nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, Faðir minn, ég hef syndgað á móti himnunum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonu þinn.
lát mig vera sem einn af daglegum mönnum þínum. Og þessi sonur, og þú ert þessi sonur, vinur minn, hann tók sig nú upp og fór til föður síns. En sonur var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann. Og hann hljóp til hans, faðirinn hljóp til hans og féll hálsunum og kyssti hann. Og sonurinn sagði við hann, faðir minn, ég hefi syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. En sjáðu hvað faðirinn segir. Komið nú til Jesú. Jesús góður. Komið þið. Sjáðu hvað faðirinn segir. Faðirinn sagði þá við þjóna sína, komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið alíkálfinn og slátrið. Við skulum eta og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn, og tóku nú menn að gjöra sig glaðan dag. Faðirinn bíður eftir þér, vinur. Drottinn Jesús bíður eftir þér. Komdu til hans og englarnir munu fagna, himnaríki mun fagna. Hann bíður eftir þér. Hann vill færa þig gleði. Hann vill leysa þig úr fjötruðinum. Hann vill gefa þig nýja sýn. Og ef þú vilt gefa honum líf þitt, þá gefur hann þér nýtt líf. Með nýjum væntingum, nýrri framtíð, nýjum tilgangi. Drottinn býður nýtt líf. Og þegar við gefumst honum, þá getum við sagt, hið gamla var það engu. Sjáiði, nýtt orðið til. Þetta það sem Drottinn býður. Nýtt líf, nýja von, von sem endist og endist og endist til eilífs lífs. Trú sem gefur eilíft líf og kærleika til þess að geta átt samfélag við Guð og menn í kærleika. Trú, von og kærleika. Þetta hefur Guð fyrir þig, vinur. Viltu þiggja það í dag? Það segir líka í Rómverjabréfinu, því að orðið harla nærri þér, það í hjarta þínu og það í munni þínu, að þú getur sagt í dag. Ef þú trúir í hjarta þínu, þá getur þú sagt eftirfarandi í dag. Ef þú trúir því í hjarta þínu að Faðirinn hafi reist soninn upp frá dauðum, frá krossinum, að hann hafi risið upp frá dauðum, ef þú trúir þessi í hjarta þínu, þá getur þú játað í dag. Jesús Drottinn, eða Jesús Guð, sem hann þá muntu hoppin verða. Sjáuði hvernig orð Guðs hjálpar okkur. Sjáuði hvernig Guð í orðinu til þess að draga ykkur að sannleikanum, til þess að hjálpa ykkur að fara réttan veg, og ekki bara fara réttan veg, heldur kenna ykkur veginn til eilífs lífs. Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þetta Jesús Kristur. Hann réttlátur og hann góður. Þakka ykkur fyrir að eiga stund með okkur á Omega í dag. Og við biðjum Guð að blessa Ísland. Við biðjum Guð að varðveita Ísland frá hinu illa. Og við þökkum fyrir þennan dag sem Drottinn hefur gefið okkur og brauðið sem hann gefur í dag. Vil ég sporin mín vegraunir þingja. Veit ég senn ég það. Halleluja, þá hjörtu vor fagna. Halleluja, vantrú farin. Sérhver freistingar þá mun þagna.
ég hef lesið ljósbjarta skrúðan, lífsins kórónu gullinu skærri.